Að lokum mun Sigríður Hrund Pétursdóttir, formaður FKA, flytja ávarp. Vertu velkomin. Kæru gestir, ég heiti Sigríður Hrund, formaður FKA, það kom ekki kynning. Mér langar að óska okkur innilega til hamingju með jafnvægisvog FKA 2021. Það er alveg einstakt og þakkarvert að við öll skulum leyfa okkur að halda og hampa þessu mikilvæga verkefni sem jafnvægisvogin er, af því að við erum að varða veginn á jafnréttisgöngu Íslands. Ákvörðunin hefur verið tekin af okkur öllum, við heyrðum það hér í dag. Erindi dagsins bera með sér að við erum í útfærsluæfingum, linnulaust af fullum krafti á mismunandi vegu og með allskyns árangri. Það er einstakt, frábært og eftirtektarvert, ekki auðvelt. Það sem hjálpar til þegar verið er að ganga gegn hefðum, venjum og ráðandi gildum fyrir tíma er ekki einungis hinn sameiginlega ákvörðun sem við höfum öll tekið, heldur einnig styrkur stuðningur ólíkra hagsmunahópa. Fyrst ber að nefna fræðasamfélagið sem styður okkur öll með því að leggja til rannsóknir á jafnréttismálum og birtir niðurstöður jöfnum höndum til að varða okkur leiðina. Næst skal nefna hið opinbera sem setur lög og reglur til að greiða leiðina, til dæmis kröfuna jafnlaunavottanir og jafnan rétt foreldra til fæðingarorlofs og gerir gott betur með því að stilla eigin innri rekstur af og lögbinda jafnan rétt kynja í nefndum ráðum og stöðuveitingum. En þar sem okkur gengur hvar hægast í okkar æfingum er í einkageiranum. Hvort sem er að ræða í framkvæmdastjórnum, stjórnum eða skráðum kauphallafélögum, erfiða íþróttatalan 14.2 bliknar við hlið sorglegri stöðu í kauphallinni 19.1, konum í óvill. En hér er einstakt tækifæri til úrbóta og við höfum gefið okkur sjálfum jafnvægisvog FKA til að minna okkur á, styrkja og hvetja. Og lærdómsraddir þeirra leiðtoga sem töluðu hér í dag vísa okkur veginn að betri stöðu. Við erum á réttri leið. Og af hverju stendi hérna í bláum kjól og boða breytta tíma? Það er því að það eru breytti tímar. Og við erum breytingin. Alþjóðavæðing nútíman setur Ísland sem skástræti í alheimsþorpinu. Það er staðsetning sem við komumst ekki undan. Nýjir mælikvarðar rekstur fyrirtækja kveða meðal annars á sjálfbærni og samfélagsábyrgð og þar skora jafnrétti og fjölbreytni hátt. Jafnrétti og fjölbreytni eru lykilbreytur sem einblína á að fá ólíkar fleiri raddir á borðinu, hagkerfinu öllu til hagsbóta, samfélaginu til gift og gæfusemi. Það er eitt stærsta hagsmunamál samtímans að útrýma lýðbreytum sem aldrei kyn og uppruna úr atvinnulífinu til að undirbúa frjóan svörð fyrir grósku komandi tíma. Að baki jafnvægisvoginni er styrkur og samstiltur hópur sem vinnur ötullega að jafnrétti í okkar þágu. Fyrst og fremst ber að þakka Skógræktarfélagi Reykjavíkur fyrir að útvega okkur öllum yndislega staðsetningu, bestu staðsetninguna í Heiðmörk, sem gerir okkur kleift að gróðursetja á tákgrannan máta eitt tré fyrir hvern viðurkenningarhafa á hverju ári. Og nú eigum við öll 98 jafnréttistré í Heiðmörk. Jafnréttisskógurinn bíður eftir okkur. Þakkir fyrir handleiðslu og aðhlynningu við jafnréttislundin fá Margrét Valdimarsdóttir, verkefnastýra, og Auður Kjartansdóttir. Hún er fyrst að framkvæmda stýra Skógræktarfélagsins frá stofnun þess fyrir 120 árum síðan, en þar hafa verið margir stjórar. Gróðrastöðinni Þöll sendum við einnig innilega þakkir fyrir aðstoð við val á trjám og stuðning við jafnvægisvogina. Kjarnateymið að baki jafnvægisvogarinnar er illsjáanlegt, en það framkvæmir allt sem þurfa þykir í kringum þennan dýrmæta viðburð í þá jafnréttis fyrir okkur öll. Frá upphafi verkefnisins hafa tannhjól kjarnateymisins samanstæðið af auglýsingastofunni Pipar TBVA sem framleiðir allt markaðsefni, auglýsinga, netborða, efni fyrir viðburðinn, myndbönd, endalausa hugmyndavinnu og útfærsluatriði til handa verkefninu. Deloitte hefur safnað gögnum
og haldið utanum jafnréttismælaborð. Sjóvá leggur þunga vikt á vogarskálar jafnvægisvogarinnar og dyggur stuðningsaðili, sem og við sjálf í gegnum forsætisráðuneytið sem máttarstólpi og styður fjárhagslega við verkefnið. Í ári RÚV í þessu teymi og hefur starfsfólk hér innanhús lagt fram dýrmæta vinnu við undirbúning, upptökur og framleiðslu á þessum veglega og frambærilega viðburði. Hjá hverjum hlut að eiganda ómetanleg vinna hér að baki, en trúin ákvörðunina að jafnrétti og hvatningi til framkvæmda knýr okkur öll áfram, okkur öllum til hagsbóta. Við færum Herði Vilberg, fundarstjóra, sem talaði inn á umslögin, þakkir fyrir að gefa tíma sinn í þetta verkefni, Bíkó, Órigó og Höfðaborg fyrir að lána okkur fánaborgir og rými svo við gætum minnt á jafnvægishallann á tákgrannan máta í vikunni í Borgartúni og Advania fyrir aðstoð við upptökur á myndböndum. Aðrir fréttamiðlar í landinu stóðu jafnvægisvoginni einnig dyggilega að baki og sýndu umtalsverða velvild. Sýn fær hugheila þakki fyrir mikinn styrk í formi birtinga og torg fyrir velvild og stuðning. Samstaðan skiptir hér höfuðmáli. Fyrirlesurum dagsins og aðilum í myndböndum færum við hjartans þakkir. Þau voru öll auðsótt, enda erum við öll saman á þessari jafnréttisvegferð. Okkar allra ljúfustu FKA-konu, Elísu Reid, berum við á höndum og blásum undir hennar vængi fyrir að afhenda viðurkenningar fyrir jafnvægisvogina í 3. skipti. Þið kannski þekkið manninn hennar, hann líka ágætur. Síðast en ekki síst sendum við þeim 152 þáttakandum í jafnvægisvoginni. Það reyndar bættust við 2 í dag sem að mér langar svo að segja frá þegar það yndislegt. Stjórnvísi og bílalegan Hertz hoppið á vagnin á síðustu stundu og sem á ykkur 53 viðurkenningarhöfum dagsins hamingjuóskir fyrir að ákveða og velja að setja jafnréttið í fyrsta sæti. Ísland hefur margoft verið sagt best í heimi jafnrétti en það einungis skást í heimi. Það til Íslands litið og það eftir því tekið í alheimsþorpinu. Skástrætið þykir kröftugt, það hlaðið smá og knáu fólki, hikar ekki við að framkvæma með gleði, þolinmæði og þrautseigju. Sýnum okkur sjálfum og þorpinu hvernig framúrskarandi flottar æfingar í jafnrétti líta út. Hækkum rána og komum okkur í úrvalsdeild með þéttum jafnréttisskógi. Fyrir hönd félagskvenna í atvinnulífinu og kjarnateyminu og reyndar Íslendinga allra þakka ég kærlega fyrir frábæra jafnvægisvog 2021 til hamingju.